Responsive web design. Ég hef verið með svona tölu yfir nemendum mínum seinustu ár, en ég ætla að minnka hana aðeins í þetta árið af því að ég held að þetta sé orðið mjög augljóst það að búa til vefsíðu sem virkar bara í svona tölvu í einni skjástærð ekki málið. Og alveg eins og við vorum með hérna í gamla daga töflulausa vefhönnun þegar við vorum að skipta yfir í CSS, þá var alltaf, þetta er töflulaus vefur. En nú það bara vefur, af því að við þurfum ekki lengur að taka fram að þetta er hérna töflulaust. Þá held ég að við séum að komast nær því að vefur í dag í raun default responsive. Það er ekki eitthvað svona sem þú sérstaklega þarft að taka fram eða sérstaklega hafa svona einhverja skoðun á eða gera. Þú ert ekki að fara að gera vef í dag sem ekki responsive af því að það meikar ekkert sens. Og allir þeir sem segja annað eru bara fastir í fortíðinni og ekki með á nótunum. Af því að þetta er vefurinn í dag. Að við erum með gommu af tækjum sem við erum að birta hann í og við getum ekkert gert ráð fyrir því að þessi tölva hér með sína miklu upplaust sé sú leið sem allir munu skoða vefinn minn í. Og ég get ekki verið blindaður af því að ég á svona tæki og þess vegna held ég að allir eru svona tæki, heldur þetta svo afskaplega margslungið og skemmtilegt. Þannig að þetta er í raun myndin í dag, en svo bara á næstunni eru enn fleiri tæki að koma sem að geta birt vefi og það er byrjað að selja til dæmis Samsung ískápa sem eru með Android og reyndar ekki Chrome, heldur stock browser. En þannig að þetta er hægt og rólega að verða bara raunveruleikinn. Vefurinn er að taka yfir allt og vefurinn getur birst á mörgum stöðum og það er það sem að responsive web design fjallar um. Hvernig getum við gert vef sem birtist hvar sem er, án þess að í raun að við þurfum að prófa hann og við erum ekki að fara að gera eina útgáfu fyrir hvert og eitt einasta. Af því að við okkar sem vorum að vinna á vefnum vorum svolítið svona blind á þetta. Við vorum bara að vinna vefi og einu sinni var það bara þannig að við vorum með 640x480 pixla upplausn. Það var það bara algengasta skjástærðin sem að vafrarnir voru að birtast í. Svo stækkuðu skjáðarnir og við fengum 800x600 og fórum að hanna fyrir það. Og svo 1024 sem er 768. Og í þeirri stærð þá festust við bara í mörg ár, 5-6 ár. Það sem að, eða jafnvel lengur. Það sem að það var bara miðað við það. Vefir voru alltaf 1024, en þetta var fært niður í 960, því það tala sem að gengur upp í, það er auðvelt að deilinni. Og 960 pixla breiðir vefir var bara málið. Bara vefur var 960 pixla breiður. Svo var hann eitthvað hár, en aldrei meira en 960, nú var það eitthvað galinn, af því að það meika ekkert sens. En svo í raun skjástærðirnar eru svo miklu fleiri og þetta er gamall listi sem ég tók saman, ég nefndi bara ekki uppfæra hann, en þetta gefur bara svona dæmi um það hversu ótrúlega breytt þetta landslag er. Og þessi lygi sem við sögðum okkur til þess að einfalda okkur lífið, að vefir eru bara 960 pixla breiðir, hann er bara lygi. Og það er náttúrulega tólin sem voru notuð til þess að hanna vefi og enn notuð til þess að hanna vefi í dag, eru svolítið að ýta undir þetta því að þú ætlar að hanna vefi í Photoshop og þú byrjar á því að gera nýtt skjal og það fyrsta sem þú þarft að skilgreina er hversu stórt á skjalið að vera. Þannig að þú ert að festa þig niður. Þú ert að festa þig niður bara eins og þú værir með blað. En vefurinn er ekki eitthvað blað sem er svona stórt. Hann er svona fluid og svona nice. En tólin í dag eru að breyta þessu, eins og við höfum Sketch sem er ekki alveg jafn fast í þessari stærðapælingu og við erum svona hægt og rólega að færast yfir í það að þetta sé í raun þessi hugsun sem responsive kemur með sé í raun
orðin algjörlega almenn. Þannig að ég ætla að reyna núna að lemja sinni í hausinn á okkur hvernig við að hugsa hluti þegar við að setja upp í CSS til þess að þeir virki sem best út allt. En sem sagt, responsive web design var skilgreint af honum Ethan Marcotte þegar hann skrifaði grein í að listapart árið 2010 þar sem hann í raun skilgreindi þetta hugtak. Og þú sjáu, 6 ár síðan, þannig að þetta ekkert nýtt hugtak en svona meiri olía á þann eld að þetta eigi bara að vera almennt í dag, 6 ár langur tími, sérstaklega á vefnum. Og svo gaf hann út bókina þetta árið 2011 og þetta byggir á í þeirri röð sem hérna í fyrsta lagi að við erum með sveigjanlegt umbrot sem byggir á einhverju grind og sveigjanlegt að því leyti að það er ekki fast. Og svo erum við með sveigjanlegar myndir og miðlum, sveigjanlegum myndum og miðlum, eða þú veist, sem sagt hérna responsive images and media, miðlum ekki rétt þýðing, en sem sagt myndirnar sem við erum að birta, þær eru ekki bara í einni stærð, heldur eru það líka sveigjanlegar í því konteksti sem við birtast. Og svo seinasta lagi á tækninni sem media queries, sem CSS module, CSS3 module sem segir til hvernig getur skilgreint svona brotpunta þar sem að hlutirnir fara að haga sér öðruvísi. En þá náttúrulega þetta er seinast á listanum, þetta er minnst mikilvægt. Það sem er mikilvægast er að hugsa alla hlutina svona sveigjanlega og vera að nota hlutfallslegar tölur í staðinn fyrir fastar. Þannig að við erum að birta sama efnið með sama HTML á sömu slóð en aðlögum okkur að því tæki sem birtir það. Þannig að við erum ekki að búa til sér vefi fyrir eitthvað mobile eins og við erum með m.eitthvað, heldur erum við bara alltaf að birta sama efnið og aðlaga okkur að tækinu. Þannig að vefurinn okkar notaður í alls konar tækjum og við bregðumst bara við því. Hér er quote frá Google, þar sem að í raun svona þeirra SEO overview og þar er verið að lista upp þessar mismunandi leiðir til að birta efni og þetta er ekki mín feilletrun hana, þetta er Google að feilletra þarna. Það segir að responsive sé recommended design pattern. Þannig að af þessum leiðin sem við höfum til að birta efni þá er responsive málið og það margborgar sig. Síðan kom út önnur bók og sést mjög illa þarna, stendur Mobile First, sem að hann Luke Wroblowski gaf út hjá líka Bookapart árið 2010, þannig að þetta var svona rosa mikið að gerast á þessum tíma. Og það var þessi hugmyndafræði Mobile First. Og þetta hugtak hefur verið mjög tengt skalanlegri veffunum síðan, en þarna er talað það að við byrjum á því að einblína á efnið og verkefnin en ekki útlitið. Þannig að við erum ekki að byrja á því að búa til hérna 960 800 canvas og teikna eitthvað fallegt á hann. Við erum að byrja á því að greina vefinn sem við erum að gera og komast að því hvað er aðalefnið og hver eru aðalverkefnin sem við ætlum að vinna. Og það er náttúrulega að gera það verkum að við fáum alltaf aðra sýn á vefinn sem við erum að hanna í staðinn fyrir að setjast bara niður og reyna að gera eitthvað fallegt, þá erum við að gera eitthvað nothæft sem við síðan gerum fallegt. Þannig að þá er þetta svona upplýsingar, svona hlutir, þetta myndi aldrei gerast þegar við erum í Mobile First. Þá erum við ekki að fastsetja okkur í það að vera að biðja fólk að vera með einhverja nákvæma eða einhverja minimum skjástærð, heldur er verkefnið okkar alltaf að fara, er efnið okkar alltaf að fara að birtast. Þannig að við byrjum, eins og þetta gefur til kynna, á upplifun í minni tækjum sem neyðir okkur síðan til að taka ákvarðanina því að plássið er vissulega miklu takmarkaðar og efnið er í fyrirrúmi og við erum ekki að setja inn eitthvað óþarfa skraut á vefinn okkar bara til að fylla upp í eitthvað pláss sem þarf ekki. Og síðan þegar við förum upp á við, förum að setja upp vefinn okkar í meiri upplausn, þá bæði fær efnið okkar kannski bara að njóta sín betur og við fáum miklu meira pláss til þess að svona, já, þú veist, það minnkar þetta skraut, eins og uppáhaldið mitt var þegar það var hérna ónefnt bloggkerfi hérna á Íslandi, þar sem að
það var alltaf búið að tróða svona í hægri valmynd en einhverjari svona analog klukku, bara eitthvað svona dagatali sem enginn notaði en þurfti bara að setja eitthvað, þurfti að setja eitthvað þarna í þessa valmynd. En það hugtak sem við skoðum aðeins hérna fyrr í vetur, eða fyrr í haust, sem var Progressive Enhancement, en við höfum líka Graceful Degradation, þar sem að við byggjum verkefni, þar sem að við ákveðum að við þurfum að lágmarki einhverja ákveðna tækni. Þannig að við segjum, við ætlum að byggja þetta fyrir nýjasta Chrome. Og síðan þegar við erum búin að gera það, þá skoðum við og sjáum, þetta allt brotið hérna. En þá leyfum við þessu bara svona brotna tignarlega, svona gracefully gerum við það og gefum þannig að sé síðri upplifun í eldri tækni. Þannig að ef þetta eitthvað skrítið í gömlum iPhone eða í einhverjum gömlum Android síma, þá kannski bara slökkum við algjörlega á þessu. Þegar við nefnum ekki að laga þetta og bara þetta ekki með. Þannig að við byrjum á einhverju flóknu og svo lögum við okkur svona niður á við. Þannig að við byggjum einhverja flókna mynd og svo svona þegar sem er brotin þá lögum við hana. Svo erum við með Progressive Enhancement, en þá byrjum við á hinum endanum. Við byrjum að þeirri upplifun sem krefst minnstu mögulegar tækni og bætum síðan virkninni við. Þannig að við bætum við, ef þú varst með svona, ef þú getur stutt þetta, þá bætum við því við. Við gerum ekki ráð fyrir því. Við byrjum einfalt og vinnum okkur upp. Þannig að eins og ég kannski sagði ítrekað og oft, menn fara yfir HTML, þá byrjum við, þetta er alltaf byrjunin. Frábært efni í HTML sem er semantik. Það er alltaf grunnurinn. Síðan bætum við ofan að útlita með CSS og enn betur með einhverjum svona CSS3 módulum eitthvað svona og svo við einhverju virkni með JavaScript. Þannig að þetta er svona munurinn á því í einhverju svona mynd að við reynum að koma einhverju stórri mynd fyrir í litlu tæki, hún verður brotin og við einhvern veginn svona reynum að aðlaga hana, en hún verður alltaf brotin einhverju leyti versus það að byggja okkur upp á við. Þannig að þetta svona, þessi hugtök tengjast öll sömul. Og þetta er svona önnur hneta sem er svo gott svona muna. Efnið okkar er ljúffengur hnetukjarninn í hnetu M&M-inu. Allt hitt er bara eitthvað auðgat til þess að gera ennþá ljúffengara. Hvað eigum við að vera að gera? Hvort eigum við að vera að nota Graceful Degradation? Progressive Enhancement. Progressive Enhancement alla leið. Þannig að við byrjum alltaf á því, við byrjum ekki á því að hugsa eitthvað svona, já, ég ætla að nota nýjasta JavaScript frameworkið og þú veist, eitthvað ógeðslega töff og cool. Mér er alveg skít saman alla hina. Við byrjum á því að hugsa, hvað er ég að fara að gera? Hvert er verkefni? Ég ætla að nota þetta. Það er ekki nýjasta tæknin, er ekki það sem ræður því hvernig við vinnum verkefnið okkar, heldur verkefnið okkar. Þannig að við erum ekki að eltast við alltaf eitthvað nýjasta og flottasta, heldur hugsaum við bara, þú veist, hvað erum við að gera? Það er það sem skiptir alltaf máli. En þetta er líka önnur kvót sem er á mjög vel við og er í raun ennþá í dag það að fólk er alltaf að reyna að láta vefinn vera eitthvað annað en hann er. Það er að reyna að bera það saman við eitthvað prenti eða eitthvað svona, þú veist, við þetta sem að við er eitthvað svona hugleiknara, það sem að við svona sjáum ekki þetta flexibility sem vefurinn býður upp á. En þetta er einmitt í grein hérna DAO webdesign sem aftur er birt á Alistapart og er frá 2001. Þannig að þessi hugmynd er ekkert ný. Þetta er bara svona, það er svo erfitt að losna úr þessu hugarástandi að þú veist, vefurinn er bara eitthvað sem ég skoða bara á svona skjá. Þú veist, þetta er samt að gerast hægt og rólega. Og svo komum við alltaf aftur að þessu, að vefurinn er, þú veist, opni vefurinn er eitthvað sem við búum til og allir geta komist í. Það á alltaf að vera okkar svona guiding light þegar við erum að vinna eitthvað á vefnum. Að þetta er eitthvað sem við erum að gera aðgengilegt fyrir alla. Við viljum ekki útiloka þetta bara fyrir þá sem eru í vestrænum heimi á nýjustu tölvunni eða símanum með ótakmarkað, ógeðslega hratt net. Af því að það er ekkert allir sem eru þannig. En svo ef við erum að vinna verkefni sem er bara fyrir þann markað, þá hugsanlega munum við leyfa okkur að draga eitthvað tilbaka, en þá gerum við það meðvitað. Við erum ekki bara alltaf að gera ráð fyrir því að allt sé nýjast og best og hratt og frábært.
Svo hérna mjög tengt þessu án ég hætta predikununa, er future friendly, þar sem að hópur af fólki fór svona spá í því, þú veist, hvað getum við gert til þess að í dag, eða þetta fyrir nokkrum árum, hvað getum við gert til þess að vera betur undirbúin fyrir framtíðina? Hvernig getum við unnið í þessu þegar þetta er að breytast bara vikulega, mánaðarlega, hálfsárs fresti komið nýtt JavaScript framework, það sem allir eiga að nota og þú veist, þetta sem við erum búin að vera að nota í seinasta hálfa árið er orðið drast af því að það er umulegt og það komið fullt af einhverjum nýjum tólum og þetta er bara svona ofta eins og bara að vera í einhverjum svona einhverju þeytivindu, það sem er bara nýjar hugmyndir hverjum degi og maður veit ekkert, þú veist, þegar maður reynir að byrja í dag að læra vefforritun, þú veist, þá er það bara, það er svo mikið, maður veit ekkert. Og þeirra niðurstaða var svo að það er ekkert hægt að gera nema bara sætta sig við það að þetta er síbreytilegt og það er ófyrirsjáanlegt hvað er að fara að gerast. Þannig að við bara viðurkennum og fögnum því og hugsum og höfum okkur með framtíðin í huga. Þannig að við erum ekkert að festa okkur við nútíman, við erum ekkert að segja að þetta verður alltaf svona, við erum að hugsa hvað ef þetta breytist einhvern veginn, hvernig get ég gert þetta þannig að þetta svona haga sér betur með framtíðin í huga og hjálpa öðrum að gera það sama sem að ég vona að ég sé að gera einhverju leiti hérna í dag fyrir ykkur. Þannig að þetta er svona, það eru nokkrar leiðir til að hugsa um vefinn og ég hef svona mjög sterkar skoðunar á því hvernig vefurinn er og hvernig hann eigi að vera, en það er svona, það er mitt, en ég tel að vera rétt, þannig að ég vona að þið svona sjáu eitthvað í þessu, en svo er hérna linkar svona í góðar greinar, hérna sérstaklega The Web's grein, sem er mjög skemmtileg grein bara svona hvernig vefurinn er búin að þróast og já. Þannig að þetta er svona fílósófían á bakvið þetta. Af því að það er mjög auðvelt að fara og googla responsive webdesign og fá bara eitthvað, já, það sem þú þarft er media queries og bálið þetta upp. Þetta er flóknara. Þetta er ekki bara það að smetla einhverjum media queries og láta hlutina brotna hérna þannig að það lítið svona ágætlega út hér. Heldur er þetta svona, þetta er hlutur sem að þú átt að hugsa frá byrjun og svona, hann svona tekur yfir allt verkefni. Þetta er ekki eitthvað svona, við sjáum það eftir, media query er CSS-tæknin, media query er tæknin sem leyfir okkur að gera responsive og það er svo auðvelt, þú veist, bara að vinna með nýjustu tæknina sem leyfir okkur að gera þetta. Og það er meiri, þú veist, það er meira þarna baka. Ok, þannig að þá er búið að vera svona smá af hverju. Þannig núna ætlum við frekar að skoða þetta hvernig, sem er svo auðvelt að nálgast. Eins og ég sagði áðan, þá byggir skalvefurinn á þessu að við erum með sveigjanlegt umbrot, byggt á grind, sveigjanlega myndir og efni og media queries. Og þá er fyrst í þessu er sveigjanleg grind. Þannig að það er fyrsta atriði á listanum. Og þarna er þetta bara það sem að skiptir mestu máli er að nota hlutfallsleg gildi, ekki nákvæm. Þannig að við setjum hlutur upp þannig að við búum okkur til einhverja grind, hvort sem að hún er alveg niðurneld sem einhver grind sem að við fáum í hönnu sem við erum að vinna og sýnir bara nákvæmlega hvernig allt á að raðast upp á grindina, eða bara þetta er einhver grind sem við höfum í hausnum og vitum hérna, já, ok, ég er með svona 100%, svo er ég með svona 50% og svo er ég með svona 33% einhver box sem fara, þannig að það er grindin mín. En svo innan þessara grindar sem er sveigjanleg, þá ef að hún minnkar, þá minnkar allt hlutfallslega innan hennar. Þannig að þið hafið kannski séð þetta ef þið hafið verið að skoða einhverja hluti, að við minnkum eitthvað og það sem er inni í þessu fer ekki að flæða út fyrir, heldur minnkar bara með. Svo getum við fest þessa umgjörð til að festa allt innihaldið. Þá getum við notað þessu max width til þess að setja einhverja hámarksbreidd. Ég vill að þessi grind hérna, hún má vera svona stór, en hún má aldrei verða stærri en eitthvað. Hún má aldrei vera stærri en 1200 pixla breið, af því þá fyrir hlutinir að lítið skringilega út. En hún má hins vegar aldrei verða minni en eitthvað ákveðið, af því þá fyrir þetta líka verða eitthvað skrítið. Þannig að þá er hægt að horfa á þetta einhvern veginn svona, þannig að þegar við erum með relative units, þá minnkar efnið svona, í staðinn fyrir það að við erum með einhverja fasta stærðir,
og þá minnkar efnið og það flæðir allt út fyrir. Af því það ekki, við erum búin að setja þetta niður í einhverja fasta stærð. Og svo með max-við, þá getum við séð það að við viljum að einhverjum tímapunkti þá hætti efnið að stækka, hætti að skala og þá getum við gert það með max-við. En þegar við reiknum þetta út, þá í rauninni mjög auðvelt að reikna þetta allt saman og það bara það að við erum með einhverja stærð sem við viljum, við erum með eitthvað kontekst og við deilum bara þessum tveimur og fáum út í raun hlutfallið á milli þess að tvenna. Þannig að við getum auðveldlega breytt úr einhverjum nákvæmum gildum í hlutfallsleg fyrir breiddir, margin, padding og letur. Og nota því prósentur eða EM. Af því að þá erum við ekki að festa okkur í því að við erum með einhverja fasta stærð. Við setjum þær eins ofarlega í trénu við getum. Við setjum fasta stærð á letrið okkar í body og við setjum á main eða einhvern wrapper utanum, einhvern container utanum allt efnið okkar setjum við max við. En notum síðan prósentur eða EM þar fyrir innan. Þannig að ef við erum með eitthvað 960 pixla umgjörð sem það einhver vefur sem við fáum og innan í henni erum við með 600 pixla efnisvæði, þá segjum við bara á þessa umgjörð, þannig container, þetta box, þetta utanum dot, það max við 960 og svo innan hennar kemur efnisvæðið, þá segjum við ekki 600 pixla, þá notum við hlutfall og við deilum bara 600 í 960 og fáum að hlutfallið þarna milli 62,5%. Þannig að þá erum við búin að segja, hey, þetta ekki lengur 600 pixlar, heldur miðað við það, ef þetta í fullu breidd, þá þetta 62,5% af 960, en svo minnkar þetta og þá minnkar þetta hlutfallslega saman. Síðan, númer 2, eru sveigjanlegar myndir og miðlar og þá getum við aftur fest umgjörðina sem myndin innan og látið myndina sem skalast þar inni. Og við getum bæði minnkað og stækka myndina, þannig að eftir því sem að containerin sem myndin inni stækkar, þá skalast myndin upp með henni og ef hún fyrir niður, þá getur hún skalast niður eða kroppast einhvern veginn af henni og þetta raun síðan töluverð einföldun á þessu því það búið að hugsa gífurlega mikið það hvernig myndir virka í responsive. Það til svona responsive images working group sem bara hópur af fólki sem vann í 3 ára því að búa bara til bestu leiðina því þetta erfiðara verkefni og ég mun taka svona smá detour á því bara í einhverju sem ég tek upp seinna. En það alveg hægt að gera þetta fyrir flest allt efni og eiginlega bara allt efni. Og hérna Embed Responsively sem svona síða sem getur hjálpað okkur að fá eitthvað svona kóða sem við getum sett inn, til dæmis þess að geta sett inn YouTube myndbönd eða Vimeo eða eitthvað svona efni sem kemur annars staðar frá og hegða sér rétt í responsive konteksti. Síðan í lokin erum við með media queries og media queries virka þannig að við byrjum á því að búa til eitthvað CSS og svo fyrir við að skoða hérna, hey, þegar ég minnka skjáin sem þetta birtist í, þá allt í einu fer það að vera með efnisvæðið mitt í 62,5%, meikar ekkert sens, það verður bara að vera 100%. Bara ef ég komið niður fyrir 400 pixla eða 500 pixla í raun breidd, þá verð ég bara að fá meira svæði. Og þá getum við búið til þessa brotpunkta, þessa breakpoints, sem segja til hey, ef þú ert með meira pláss en 500 pixla, þá þetta 62,5%, þetta meginsvæði, en ef þú ert með minna, þá verður meginsvæði 100% af breiddinni. Og þá stillum við þessi media queryum upp á það að horfa á max-við, þannig að við getum segja upp að þessari breidd eða frá og með þessari breidd. Og svo getum við líka skilgreint það út frá upplausn, af því að símar og tölvuskjáir ekki alltaf með sömu upplausn á því hvað Og svo getum við andað þetta saman, þannig að við getum sagt, ef þú ert með svona há upplausn og svona mikið pláss, þá máttu gera þetta, annars þú gera þetta, annars þú gera hitt. Þannig að þetta gerir þetta mjög flókið. En í grunninn erum við oftast að nota bara max-við eða min-við og horfa á það hversu mikið pláss við höfum fyrir hérna containerin okkar. Þannig að svona líta media queries út. Þannig að upp að, sem sagt media, þetta hérna, media, only screen, bara á skjá, ekki í prenti, og max-við 960 pixlar, þá á section að vera 50% í width.
svo kemur eitthvað annað sem tekur við ef að við erum komin upp í 961 pixel. Hvað áhrif myndi það hafa að sleppa only screen? Ef við myndum sleppa only screen, þá myndi þetta líka tekið við til dæmis print CSS, ef við erum með það. Þannig að yfirleitt þetta sett svona til þess að þurfa ekki að vera slökkva á þeim reglum í prenti og við vitum ekki hvað við koma, þannig að þannig erum við bara svona, hey, only screen er það sem á að birtast, svo veit ég ekki hvort það kemur eitthvað annað sem er mynd. Þannig að við erum vera svona future friendly. En svo eru pixel ratio og allar þessar hérna, að því pixel er ekki bara pixel. Við erum með device pixel ratio og það er hlutfallið, til dæmis 2x. Við sjáum þetta oft þegar við erum að vinna með myndir, þá erum við með myndir í 1x eða 2x eða 3x. Þá er þetta hlutfallið á milli raun upplýsnar sem er þá hvað skjárin getur í raun að vera birt og svo logical resolution sem er raun stærð skjásins. Sem getur verið með nýjasta iPhone-in sem er með eitthvað ridiculously háa upplausn en skjárin er samt alltaf physically ákveðið stór. Nei, logically. Þetta ringlar alltaf við hausnum á manni. Þannig að þetta er í raun hlutfallið þannig á milli. Og því að örugglega ef þið eru með einhvern nýjan síma eða með rettina skjá sem er svona eins og á þessari tölu hér að þegar við séum myndir á vef sem eru bara svona eins og það séu það eru mjög pixelatar og það er út af því að það verið að taka mynd sem var gert ráð fyrir myndi birtast í eitthvað 400 pixlum og birtaðar í raun og veru í 800 pixlum þannig að það verið upscalaðar og þá í raun verður samplingið þannig að þú veist hver pixel í raun í upprunalegu myndinni þarf alltaf að vera 4 pixlar af því að myndin er að stækka tvöfalt. Og síðan erum við með pixel density sem segir fjölda pixla per inch eða centimeter og svo er þetta retina display sem er í raun markaðshugtak frá Apple þar sem að það er gert ráð fyrir því að meðal fjarlægð augna frá skjá er 25 cm og meðal við 300 pixla per inch þá greinum við ekki munin, þá greinum við ekki pixlana. Þannig að ég sé það alveg ef ég fer nálægt en svona almennt séð þá er þetta það há upplausn að við greinum ekki lengur pixla. Þannig að ef maður skoða myndir á því fyrir og eftir svona rettina þá finnst manni það bara vera skellulegt. Gæti einhver nokkuð tíma að nota skjái sem voru ekki með svona hári upplausn. Af því að þetta er svo pixlað. En þetta sem kemur inn í það líka að birta réttar myndir af því að þegar fólk er með svona há upplausn þá vill það ekki eða þá svona lítur það niður á okkur ef við erum að servera upp myndir sem er ekki jafn góðar. En síðan erum við með meta element eða meta skilgreiningu sem heitir viewport sem leiðbeinir vafranum hvernig á að birta síðuna. Og þarna setjum við, það sem er bara almennt það sem við gerum þegar við erum að gera responsive web, við segjum að width sé device width. Þannig að við viljum að vafrinn túlki þær stærðir sem við erum að nota út frá logical resolution en ekki physical resolution. Þannig að það á að nota það að ég er með síma sem er í 480 pixla breið logical resolution en hann er kannski 1024 í physical resolution þá viljum við nota það hversu stórt tækið er í höndunum á okkur. Og svo getum við sett initial scale sem segir hversu mikið erum við búin að skeila síðuna þá viljum við yfirleitt bara hafa 1 þannig að hún er ekkert skeiluð og minimum scale hversu lítil má síðan verða hver langt má zooma út og maximum scale hversu langt má zooma inn og svo er user scalable þar sem við getum í raun bara bannað fólki og hversu mörg ykkar hafa verið að reyna að nota einhvern vef í símanum og reynda að pinzooma það er ekki hægt. Það fer gífurlega í taugarnar á mér þó ég persónulega sjáu bara nokkuð vel en þá hefur einhver sett user scalable no af því að það bara akkurat er fólk nokkuð tíma að vilja taka þessa fallegu hönnun okkar og zooma inn á hana þar sem hún verður ekki eftir skrítin. Þannig að ég ætla að taka þetta úr höndunum á okkur og banna þetta. Þannig að þetta er svona accessibility mál þar sem að allir græða á því að geta zoomað inn ef að efnið er bara þannig að eitthvað gerðist þannig að það er einhver texti sem er mjög erfitt að lesa eða greina ég geti bara zoomað inn á hann til að sjá nákvæmlega hvað er að gerast. Þannig að
default yes. Svo við þurfum explicitly að banna það að það sé scalable. Þannig að það einhver sem fór inn og sagði, hey, það ömurlegt að zooma þetta dot, ég ætla að banna það. Að þá var viðkomandi örugglega ekkert að reyna að vera svona vondur. Heldur var þetta bara meira svona eitthvað, kannski var einhver hönnu sem var bara eitthvað, það er ömurlegt að geta zooma, gett ljótt. Að þá var viðkomandi að segja, nei, við viljum aldrei banna þetta. Og þannig að svona lítur þetta yfirleitt út. Og þegar þið farið að vinna eitthvað svona responsive og farið að prófa í símum og eitthvað svona og vefurinn eitthvað lítur út eins og hann sé bara, þú veist, pingu lítill, eins og eitthvað krækir bara í helviti, það er að zooma gett mikið inn til að sjá textan, þá er það út eða eitthvað vantar þetta að nota with device with. Þannig að svona myndi það líta út, en með with device with þá myndi það líta svona út. Benda poster.hi.is, já, þetta er einmitt einhver eldgamall post-client og það verður maður svo frustreraður. Ég verð alveg geðveikt pirraður þegar ég er að nota vefi sem er mjög gaman að nota og þeir eru ekki responsive, þú veist, come on. Þú veist, maður er svona eitthvað, fer í einan leik, zooma út, finna, zooma inn, zooma út, finna, zooma inn og þetta er bara svona æfing í þolinmæði. Serenity now. Þannig að þegar við setjum þetta allt saman, þá erum við með síðu sem bregst við umhverfi sínu. Þetta er einföld hugmynd, þetta er ekkert flóknar þessar byggingareiningar sem við þurfum til að gera responsive VF, en þær verða mjög hratt, mjög flóknar. Og sérstaklega út af því að það er svo ótrúlega mikið af tækjum og það er svo ótrúlega mismunandi stuðningur í þessum tækjum. Þannig að þú ert með fara eitthvað bug report að einhver sem er á Motorola, eitthvað LG eða einhverju tæki, það er allt bilað þar. Og þá bara eitthvað, ok, maður redda svona tæki í og segja, já, heyrðu, í þessari útgáfu af Android stýrikerfinu, notandi stock browser, þá er stuðningur við þetta ekki til staðar. Þannig að þá þarf að vera eitthvað fallback fyrir það. Og þannig að maður oft svona bara krossa putta, gerir svona sitt besta, prófar á svona einhverju sem er auðvelt að testa og vonast svo bara að þetta sé ekki neitt svakalega brotið í einhverju svona fringe case tækjum. Já, þannig að nú ætla ég að taka smá dæmi og ég ætla að byrja á því að taka hérna grid Þannig að þá eru við hérna með einhverja svona grind. Þannig að hann er ég búinn að setja mér eitthvað, ég er með eitthvað 100%, 50% og 25%. Eða þú veist, ég er með fulla breidd, halva breidd og fjórðungsbreidd og svo eitthvað svona 75%. Og núna, til þess að skoða og prófa þetta í vöfrum, þá er langt best að nota Chrome og nota DevTools. Þannig að ég opna DevTools og festi hérna við botninn. Og svo er hérna takki í horninu sem heitir Toggle Device Toolbar sem er líka Option Shift M á Maca, en ef ég klikka á hann þá fæ ég þetta upp hérna svona ramma utan síðuna og þá sjáum við hérna að það er komið hérna eitthvað responsive og vefurinn minn er með svona einhverja stiku hérna og ég get sett hérna í eitthvað ákveðið tæki, ég get sett breiddinni, hæðin er bara föst, ég get breytt í hversu mikið ég zooma og ég ætla að fara hérna í 100% bara. Þannig að núna er þetta pretty much eins og þetta var áður. Þannig að við getum séð, þetta er bara búið að bæta þessu Chrome hérna á og þetta er eitthvað mobile no touch eða desktop. Þannig að þá er það í munurinn á því hvernig hérna, núna er svona eins og ég með putta hérna, músin. Þannig ég fæ ekkert hover, það er ekkert hover state af því að ég er að emulata því að ég sé í hérna mobile. En ef ég gerir svona þá fæ ég bara músina og fæ í raun hover state. Þannig að núna hérna skrolla ég þetta og svo getur ég tekið bara hérna og gripið í og hérna sjáum við núna hvernig þetta skalast. Þannig að við sjáum það að við erum með í raun eitthvað sem er hérna, ef við skoðum wrapper þá er hann með max width 80 pixla og við setjum hérna margin 0 auto þá er hann miðjusettur hérna og setjum eitthvað background pink Já, það er gamalt dæmi og ég gleymdi að endurskrifa en þá sjáum við hérna að
þessi að skalast og hann fer aldrei upp fyrir það að vera 800 pixla breiður en svo skalast hann bara niður eftir því sem það minna pláss og sama með hérna þessi það reyndar hérna þannig að þetta width 100% svo erum við með eitthvað efni innan þess svo erum við með hérna eitthvað halves og hérna erum við með þessi box og þau eru með width 50% og þau halda áfram og þetta tekur alltaf bara helmingina af plássinu og 25% af plássinu hér og svo 75% af plássinu. En nú sjáum við síðan af hverju það skiptir máli að nota þessa brotpunkta þegar hérna í þessari hérna þeir eru með 214 pixla breidd þá er auðvitað enginn að fara að geta lesið þetta hér nema að fara að zooma inn og zooma út sem nákvæmlega sem hún segja væri umilegt stöf. Ok, þannig að þá erum við komið með svona einhverja skalalega grind og ef við skoðum bara svona aðeins betur hvernig hún þá er þetta ekkert sérstaklega flókið í þessu hérna dæmi. Ég set bara einhvern selektor sem segir bara hei, þú ert 50%, hei, þú ert 100%, þú ert 50%, eða 25% eða 75%. Svo hérna, við ættum nú ekki að vera að nota svona float, þetta það sem ég glemdi að laga í dæminu, en það er raun bara verið að flóta þessu alltaf hérna til vinstri, þannig að þá stakkast þau saman boxin. Og svo eru þessi container líka flóta, þannig að þetta svona flótar allt þannig saman og virka bara. Ok? Nei, við ætlum ekki að nota svona float, en ég mun taka í dæminu eftir og ég mun uppfæra þetta dæmi bara eftir, bara yfir í það að nota flexbox, sem gerir það verkum að við þurfum ekki að nota float. Svo skoðum við hérna með í raun síðan einhverju efni, þannig að þá erum við með hérna eitthvað sveigjanlegt efni og ef við skoðum hérna media þá erum við með image hérna og image 2 í image þá erum við að segja að overflow hidden þannig að það er þessi efri mynd hérna þannig að allt sem flæðir út fyrir það er falið þannig að þá kroppast myndin sjálfkrafa þannig að við stækkum hérna þegar við fáum pláss og zoomum aðeins út svo þetta sjást betur og þá fer myndin í raun þá kroppast hún hérna svo getum við að fara að leika okkur með þetta með því að positiona myndina til miðju þannig að kroppast það er báðum megin eða eitthvað svoleiðis en í grunninn þá hérna erum við að kroppa svo fyrir neðan þá erum við með þennan hérna galdur fyrir myndir í responsive að segja bara max width 100% við segjum myndinni akkurat myndinni hérna image elementinu að vera að hámarki 100% sem segir þá þú ert innan í einhverjum container hann hefur einhverja breidd þú ert alltaf að fylla út í hann og þú mátt aldrei fara meira en í raun plássu sem þú hefur sem gerir það verkum að þá erum við með mynd sem hafa sér svona hún bara skalast upp og niður eftir því sem containerinn hefur pláss og þá sést í raun alltaf öll myndin en hún bara minnkar og svo náttúrulega maður fljótur að sjá sko eða svona veltaði fyrir sér ok, þegar þessi mynd hérna ef þetta var eitthvað flóknari mynd hún var orðin svona lítil hvað er mér langaði til þess að vera þá með einhverja aðra mynd það var bara, þú veist, zooma inn á auga eða eitthvað svona, eitthvað dramatískt það er einmitt þess að þessi responsive images gera, þar sem við fáum í raun nýtt element sem fer utanum image elementið sem heitir picture sem leyfir okkur að búa til svona art directed myndir þá getum við sagt hérna, hei, þegar þú hefur svona mikið pláss og fullt af flóknum reglum þá áttu að birta þessa mynd en annars áttu að birta hina myndina þannig að þá getum við fara að gera svona hluti eins og að þú ert með fréttavef og ef þú ert að skoða hann á stórum skjá þá ertu með alla fréttamyndina en svo þegar þú ert að skoða þetta í einhverju spjaldtölvu þannig að þú ert með kannski helmingina þeirra upplaust þá er búið að kroppa út allan óþarfa og birta í raun myndina sem bara svona aðalatrið á henni og svo ertu komin niður í mobile eitthvað tæki sem er með mjög litla upplaust þá ertu kannski bara með skot af persónunni sem er aðalatriðið á myndinni þannig þá ertu með svona art directed mynd sem birtist mismunandi eftir því hvað er mikið pláss í boði og þetta er svona ekki mikið í notkun en gefur í raun mjög skemmtilega möguleika á því að vinna myndir meira. Það er náttúrulega skiljanlega að það þarf
líka actually að arta-rekta þessum myndum. Það þarf einhver að setjast niður og klippa þær þá rétt til og láta þær birtast svoleiðis. En við höfum svolítið stuðning við það í dag og það fallbackið á það í raun alltaf bara að birta upprunalegu myndina. Af því að það alltaf þarna í grunninni sem alltaf eitthvað image element inn í þessu. En svo hérna einhver kóði sem ég fekk bara hérna frá Embedded Responsibly sem býr til box og setur hérna þessi hérna padding bottom gerir það verkum að hann mun alltaf vera í 16/9 16 deilt með 9 9 deilt með 16 0,5625 þetta mun alltaf vera í réttu hlutfalli með við það að við erum að fara að birta eitthvað vídeo sem eru yfirleitt í 16/9 og svo max width og hide auto þannig að þetta svona bara leið og svo hérna iframe sem absolutely positionaður inn í containernum sem gerir það verkum síðan að við fáum eitthvað svona YouTube link sem skalast upp og niður eftir því plássi sem þetta staðar. Þannig að þarna í raun hægt að gera þetta og það auðvelt að ímynda sér hvernig þetta væri tekið bara almennt fyrir einhvern iframe eða einhver önnur gögn sem við erum að fara að embedda. Og skulum við fara aftur hérna þannig að ég sjá eitthvað. Ef við síðan tökum þetta og setjum þetta allt saman nei, ég að gleyma hérna media queries. Þannig að hérna frábær síða. Media queries þá hérna, þannig að ég bara með default og ætla ég að setja body með svartan bakgrunn. Svo ætla ég að setja svona, eftir því sem það minna pláss, þá ætla ég að breyta litnum. Þannig að upp að því að ég hef 800 pixla, þá það svona aðeins dökkgrár og aðeins minna grár þegar ég hef 700, minna grár þegar ég hef 600 og alveg yfir það þegar ég hef bara 400 pixla pláss, þá verður síðan bodyið hvítt. Þannig að það sem gerist þá að það svart hérna og við sjáum að fyrsti punkturinn 800 þannig að við förum hérna í 801 og svo minnkum við og þá breytist liturinn. Sést þetta mjög illa út á kontrastinu í skjávarpanum en þið sjá allavega smá breytingu. Og þá sjáum við líka hérna í DevTools að þessi hérna skilgreining komin inn. Að við erum núna að horfa á þetta hérna max width 800 pixlar og svo minnkum við þetta frekar og næstu var við 700 þannig að þá erum við komin hérna aftur með 700 þá sjáum við út af því að það skilgreint seinna í source order þá dettur það út hér og þessi hérna regla tekur við og svo höldum við áfram þá kemur næsti og áfram, næsti og næsti alveg þannig til við erum komin niður í minnsta þannig að þannig erum við að keyra mismunandi CSS reglur fyrir þegar við höfum minna eða meira pláss þannig að þá verður þetta einhvern veginn svona að þetta respondar við kontekstinu sem við erum í. Svo ef við setjum þetta allt saman, þá erum við með hérna einhvern VF og zoomum aðeins út, svona, og hann hérna, við erum með eitthvað max við þá sem container, svo minnkar hann og þá sjáum við að byrja að skalast hérna á milli og svo á einhverjum tímapunkti, þá sjáum við hérna, hey, nú meikar ekki lengur sens að 25% boxin séu 25% boxa því að það bara einfaldlega ekki nóg mikið pláss til þess að efnið sé skýrt. Þannig að sá punktur hér 960 pixlar, þá verða 25% boxin að 50% boxin. Og þá fá þau það pláss í samræmi við það og svo höldum við áfram og þá sjáum við, hey, 50% boxin og 25% boxin, það meikar ekki lengur sens hérna á einhverjum tímapunkti að þau séu að taka 50%, þau þurfa bara að taka 100% og þá í raun öll boxin farin að birtast í 100% breidd og svo það bara þannig þangað til að við erum komin niður í enn minni stærðir. Þannig að þá í raun bara búið að blanda þessu öll saman. Við erum hérna með einhvern wrapper utan allt heila klappið, við erum með þessa grind hérna inni. Við erum síðan með media query sem segir til þegar við förum undir 960 undir þá eiga 25% boxin að vera 50% og þegar við förum undir 600 þá eiga öll boxin að vera 100% og setjum bleikan bakgrunn.
og svo erum við með bara myndirnar og þetta og í raun sama HTML og við vorum með í fyrsta dæminu, bara búið að bæta aðeins við í það, en allur galdurinn gerist í CSS-inu. En ef við setjum þetta í samhengi við verkefnið sem að áskila á lögum, Já, þá ættum við að byrja á því að hanna mobile. sko í samhengi við verkefnið að byrja því að hanna mobile, já, það er, þið gætu gert það. Þú veist, þið gætu í raun byrjað á því að skrifa allt CSS-ið okkar miðað við það að vera í 320 pixla breiðu tæki. Það er alveg mjög valid og en það gæti verið erfiðara af því að það er yfirleitt betra að sjá heildarmyndina og vinna sér niður, en það gæti bara verið ég, þegar ég er alveg upp við að ég vann þetta alltaf svoleiðis og mér finnst betra að vinna fyrst stóru myndina og fara svo niður, þannig ég er ekki mobile first, nema ég sé að gera verkefni sem er sérstaklega beðið að sé hugsað svoleiðis. Þannig að bæði er alveg valid og en ég persónulega myndi ráðleggja að byrja efst og fara niður. Og svo eru þú veist punktar þarna á milli sem að þið þurfið síðan að taka ákvörðun hey, þú veist, hvenær á ég að fara úr því að vera með 3 svona uppskriftarkort hlið við hlið, niður í að vera með 2 og niður í að vera með 1. Það er svona ykkar svona tilfinning fyrir því hvenær hönnunin ætti að brotna. Þetta er líka eiginlega erfiður spurning, hver er það ekki mobile fyrst, 100%, hver átt að brjóti tvoðdanga? Já, það veist ekki hvernig hver danga myndi ætla það í 640. Já, það er einmitt. Ef við byrjum neðst og förum upp, þá er erfitt að vita hvenær við erum að fara úr því að vera 100% niður í 50%. Af því við vitum ef við byrjum efst, af því að það er líklegast, nema við vitum annað, það sem hönnuðurinn vann þetta í. Hann vann þetta fyrst í fullri upplausn og fór svo í neðstu, og vann þetta þar. Og svo er þetta rosalega mikið samspil hönnuðar og forritara þegar við erum að gera svona responsive, af því að það eru svo margir, það eru literally 1000 mismunandi punktar á síðunni þegar við erum að fara upp úr því að vera með 320 upp í kannski 1400 pixla breiðan vef, þar sem að hlutinir geta verið að brotna. Og það er enginn að fara að hanna þetta, þú veist, hvar á að draga línuna? Á ég bara að hanna 320 og 1600, eða ég hanna 320, 600, 960, 1200, 1400 og 1600. Þú veist, og hvað svo á milli þar? Að þú veist, þetta verður bara svona, þannig að þetta verður, í raun er langt best bara komast í vafran sem fyrst og fara að vinna þetta þannig. En segjum þetta gott í bili, tökum smá pásu og byrjum aftur svona nokkrar mínútur í 4.